og meðal þeirra sem falla undir heitið Fólkið í landinu eru 3 af kunnustu rithöfundum þjóðarinnar, Hallgrímur Helgason, Guðmundur Andri Thorsson og Þráinn Bertelsson, sem eru þess utan frægir pislahöfundar og hafa skrifað býsn þjóðmálin. Og mér langar að byrja, Hallgrímur, á þessu ástandi samfélagsins. Þetta tekur fram skáldsögum, þetta tekur fram öllum prósum og ljóðum sem við höfum yrkja. Það voðalega erfitt að útskýra þetta ástand í fáum setningu. Það svo margt að gerast í kollinum á þjóðinni. Já, maður vaknar bara á hverju mótni og reynir að glíma við það verkefni að koma deginum í orð, og öllum þessum slæmu fréttum sem dynja á manni. Ástandið núna í síðustu viku kristallaðist í þessari ræðu seðlabankastjóra og það einhvern veginn var það moment vikunar, og sem að veldur því að við erum hérna með svona veikburða stjórn í rauninni, stjórn sem skömmuð af embættismanni og slæri ekki tilbaka, getur ekki rekið hann, tvístra stjórnvalda, og meðan við erum að fá hérna risalán frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þetta er aldrei hrikalegt. Guðmundur Andri, að ýmsu leyti þjóðin kjaftastopp. Já, sko, ég held áfram með þessa líkingu þína, sko, þá má kannski segja, sko, ef að þjóðlífið núna er ljóð, þá væri það mjög svona skothent og illa ort og svona vitlaust kveðið ljóð, einhvern veginn, og svona ljóðlínurnar mislangar og einhvern veginn allt, hvað rækir sig á rýmið slaft og myndmálið ömurlegt. En hérna, ef þetta væri skáldsaga, þá sko þetta svona eins og það sé verið að bítast á hver aðalpersonan. Hvern frásögnin snýst eiginlega. Og hérna það er alltaf verið að svona rífa frumkvæðið í frásögninni. Ég á tilfinningu að þetta sé, sko, við erum á síðustu 5 blaðsíðunum, 1000 blaðsíðna langri skáldsögu, og við erum alltaf að bíða eftir endurinn, sko. Já, mér hefur orðið stundum hugsað til hérna niðurlagsins á 100 ára einsemd. Hérna sem að var nokkurn veginn svona, Aurelio Buendia að fletta þarna ritinu sem að geymir hérna örlög ættarans, sko, og endar svo vegna þess að niðjum þeirra ætta sem víðar eru 100 ára einsend býðst ekkert nýtt á vorri jörð. Þráinn, þegar maður vaknar á mótnana þá veit maður ekki hvort maður á að vera þungur og loka eyrunum eða hvort maður á að vera reiður og gremjufullur. Það eru svo ofboðslega margar tilfinningar í gangi á meðal þjóðarinnar og kannski er erfitt að beina þessum tilfinningum í eina og rétta átt. Já, sko, það sem að það sem hefur gerst, finnst mér í stórum dráttum, að ef að íslenska þjóðin er svona sauðahjörð og það eru forustu sauður og svo sauðamenn að reka þessa hjörð og svona, að þá er sauðahjörðin alveg rammvillt upp á heiðum. Sauðamennirnir eru ýmist, sko, horfnir út í þokuna, það heyrast tónarnir frá þeim þar sem syngja á klörubar, skilur við, og jafnvel ágætir sauðamenn. Sauðamenn sem eru þekktir að því að reka féð alltaf í ógöngur og vita ekkert í sinn haus og vera leiðinlegir og vondir við kindurnar, þeir lemja þetta allt saman áfram. Að þeir geta alltaf fengið lána nýtt féð. Já, og þeir geta alltaf fengið lána nýtt féð eftir því sem þetta drefst í gjótum og skortingum. Og þetta er bara mikil harmför. Þetta er eins og aðventa eftir Gunnar Gunnarsson á sterum. En það ekki bara málið það, sko, þetta var þannig, sko, meðan til var forystu fé, að það var forystu kindin eða forystu sauðurinn hérna sem að bara tók frumkvæði og bara leiddi hjörðina út, en sko smalarnir eru svona æpandi hó og ruggla kannski forystu féð í rýminu. Já, sko, þetta er allt upp á íslenska landbúnað að læra vegna þess að til dæmis hundarnir, smalahundarnir sem að gerðu stórt gagn hér áður fyrir, þeir eru gersamlega óþjálfaðir, þekki ekki sína stöðu, rjúka geltandi og bítandi inn í miðjan hópinn og tvistra þessu. Við frábært að við séum konið við þessa líkingar þegar bara búið að vera að tala um þetta á sjómannamáli. Þetta ferðalag með þessa sauðahjörð í beitarhúsin, mér finnst þetta að vera mjög skuggalegt ævintýra á þessu augnabliki. Herra menn, tölum aðeins ábyrgð. Það virðist ekki vera til ábyrgð þegar kemur að stóru störfunum á Íslandi. Menn segja ekki af sér nema, ég veit ekki hvað þetta gerast.
Nei, þetta er alveg undarlegt og þetta er eitthvað svona sér íslenskur síður hafa náttúrulega búið að segja þetta oft en hérna sko þeir náttúrulega ber ábyrgð, útrásarmennirnir ber ábyrgð, bankastjórarnir og ofurlaunamennirnir og allt þeir sko en ég vil líta á þetta svona eins og löggun á Lalla Jones sko þú veist, Lalli Jones, hann á að vera í fangelsi og svona við getum hérna lagt meiri áherslu á að löggan standi sig, það er okkar hlutur sko og það voru stjórnvöld og eftirlitsstofnanir og skýrt með Lalla Jones og þetta það hræðilegt að hann breytti af sér og allt það en hinir áttu að standa sig og þeir voru okkar fulltrúar Og hvað á að gera? Já, mín skoðun svo allan ætti að byrja á því að þessi fjármála eftirlitsmenn og seðlabankamenn ættu að segja eftir og þeir ráðherrar allavega ef ekki fleiri. Guðmundur Andri, ég verð að bæta því vilja líka að mér finnst algjör geggjun hvernig raðað hefur verið inn í bankana á nýjanleik, sama fólki og lagðist hvað harðast á árar til að stranda skipinu. Mér finnst þetta alveg furðulegt, það er til nóga fólki hérna á landinu og sko það má alveg gefa gömlu bankasnillingunum frí. Að þarna inn í bönkunum eru hagsmunir, það eru gömul skítamál og það á enginn að vera inn í þessum bönkum sem getur greitt úr hagsmunaflækinni, gert mannum greiða, sprauta lyktareiði yfir skítamálin og svo framvegis. Guðmundur Andri, af hverju það svo með móral samfélagsins að það er ekki sjálfgefið að menn axli pokann sinn segja af sér ef menn fara út af sakramentinu? Já, sko, það er náttúrulega eitt af svona geðslegri einkennum hins íslenska samfélags. Við skulum ekki glemma því við búum í ágætið samfélagi og hér er gott fólk og eitt af geðslegri einkennum þess er ákveðin fyrirgefningarkúltúr sem að hérna hefur tíðkast. Við sjáum í gegnum fingur kannski óhóflega stundum en það er þó þannig að hérna eftir að maður eins og Árni Johnsen hefur brotið af sér og setið inni fyrir sín afbrot þá erum við reiðubúin að gefa hann annað tækifæri meira sér sem þingmanni og bæta fyrir verk sín og hann náttúrulega reynir það. En þetta er kannski komið dálítið út í okkar þessi kúltúr þegar að menn sitja stríða. Þeir ekki vita það þá með því að segja af sér þá eiga þeir alltaf séns að fyrirgefningu. Þá eiga þeir með að séns. Og þá eiga þeir séns að koma aftur inn í pólitíkina. Já, en sko situásunin núna virðist dálítið svona sko, við vorum að tala um landbúnað, við erum búin að fara í landbúnað og sjávarútveg en mann verður líka að hugsa til skákar. Þetta er skák sem er í gangi. Það er einhver öfla, tefla einhver óhugulega örlega skák. Og það er pattstaða í þeirri skáknuna. Og annar aðilinn hugsar, ef ég stend upp og fer, þá á hinn sviðið. Þá ræður hinn öllu. Og það má ekki gerast. Og þessi ríkisstjórn var hérna tveggja turna, var svona eftir á að hyggja sennilega verstu kostunum í stöðunni eftir kosningarnar vegna þess að þeir eru svona leppstjórn, leppa hvor annan og það gerist ekkert. Þetta er svona lömunar ástand. Það var mistök hjá Samfylkingunni að fara í ríkisstjórn og með Davíð sem seðlabankastjóra. Það náttúrulega var absúrt. Það var náttúrulega þeir sem kusu Samfylkinguna voru ekki að kjósa úrræði Davíðs Oddssonar. Nei, og þeir kemur skáklíkinguna sem er spennandi að þá fer ég strax að hugsa aðra líkingu því ég kann ekki að tefla, ég kann svolítið að spila að sko ef menn er að spila á stundum sem eru ekki ætlaðir til að spila að þá gerist það að það koma 2 tígulkongar í spilin og annar er djöfullinn og ég er sko það er bara 1 kongur á hverju skákborði og ég myndi mæla með því að þeir sem að sitja þessu tabli telji svona á hjá sér hvað margir kongar eru á tablaborðinu. Hallgrímur, ímynd Íslands, orðspor Íslands, hvað sem hver segir er það stórkostlega laskað og menn eru náttúrulega ofsalega spældir, þjóðin er spæld yfir því að örfáa mönnum hafi tekist að eyðileggja ímynd okkar á örfáum dögum. Já, þetta er hræðilegt. Og það er kannski ekki síst þess vegna sem fólk er reitt og heimtar að menn axli á. Ég held samt að fólk sé ekki að pæla í ímynd Íslands mikið núna. Fólk er bara að horfa inn á við og reyna að redda Íslandi eins og það er, sko, maður er alltaf að fá okkur erlenda fjölmiðla á bakið en maður er miklu meiri áhuga að tala við íslenska fjölmiðla og þjóðina. En verður þessi ímynd endurreist? Já, þetta verður hún það. En þetta voru náttúrulega
kannski mikið af mistökum sem voru gerð þarna líka í kjölfarið, í skaðastjórnuninni, hún var ekki kannski nógu góð, við gripum ekki nógu fljótt inn í og með því að gefa Bretum fingurinn og sínaði fingurinn og segja við ætlum ekki að borga Icesave reikningarna, það var svolítið svona bíræfið. Þegar menn eru konur orðnir gjaldþrota og konur á hausinn þá verða það að sína smá auðmýkt. Já, svo líka með þessa ímynd Íslands að hún hefur nú verið margvíslega á minni ævi að hún var nú svo þegar ég var alast upp að þetta væri eiginlega svona endagörnin á Evrópu og algjörlega vonlaust place. Og svo breyttist það í rólegheitum og þetta var mikill og góður staður og mikill orðstýr og ég var að tala við mikinn vinn minn, hann grískur og hann býr í Malasíu og hann sagði við mig að það hræðilegt að heyra þetta þráa minn, allur heimurinn allt í að tala hvað Ísland sé fullt af glæpamönnum, allt í niðursníðslu þarna og svona. Ég þekki það marga Íslendinga, ég veit að ég byggja þetta upp í hvelli aftur og ég held að sé mikill sannleikur í þessum orðum, eða það að segja möguleiki á því að þau séu sönn vegna þess að það sem í fréttnæmt þegar verður hrun. Ok, og svo verður hrun, en ekki getur þetta hrun haldið áfram endalaust. Svo dettum við bara út úr fréttunum þegar að hrunið hættir og svo komum við næst 11 til leiks þegar uppbyggingin hafin og það við þá uppbyggingu sem ég bind þá einu von sem mér finnst felast í þessu svakalega skipuróti. Guðmundur Andri, heldur við lærum eitthvað af þessu? Verðum við búin að gleyma áförum okkar eftir örfá ár? Nei, við gleymum þessu ekki, sko. En hérna, ég vil taka undir þetta með Þráni og þetta orðspor Íslendinga víða veröldi sko, ekki bara þessu glæpamenn, heldur að þessu kjánalegi glæpamenn, þessu vittlýsingar. Við séum svona eins og Olsen-bræðurnir dönsku eða eitthvað svoleiðis, sko. Ekki alveg skemmtilegir. Ekki alveg skemmtilegir, ekkert skemmtilegir heldur, sko. En hérna, það var sem sé komið á flott þeirri hugmynd að Íslendingar hefðu öðrum þjóðum betri innsýn í bankamál, væru meiri bankamenn en aðrar þjóðir. Sú hugmynd hefur beðið skipbrot. En, sko, orðið ímynd skuggalega nálægt orðinu ímyndun. Og mér alltaf staðið svolítið stuggur af þessu orði ímynd. Ég vil frekar nota orðið eins og orðstýr sem í háamálum. Og orðstýr byggir þjóð alveg nákvæmlega eins og einstaklingur byggir orðstýr með verkum sínum á framgöngu og eðli sínu. Og með því að einhvern veginn að segja satt um sjálfan sig. Og það kannski komin tími til þess að Íslendingar fara að horfa á sig sem þjóð, sögu sína. Ég segi ekki söðkindina, en hver hún út af hvað hún gengur, hver hennar verðmæti eru og hvað á að byggja, hvað hægt að byggja satt á því. Og út víða veröld eru íslenski listamenn að bera þennan sanna hróður. Ég var að heyra til dæmis frásögn af tónleikum Sigurrósar í London í gærkvöldið sem var mikill sigur. Og fleiri slíkir listamenn sem að hafa byggt frá smáu og upp í stóru. Ég alveg sammála ef ég að skilja þig rétt sko, það oft að tala að smíða ímynd. Ég held að geta enginn smíða sér ímynd nema þjóðin sjálf. Hún verður ekkert búin til. Orðstýr Íslands verður ekki búin til á auglýsingastofu. Orðstýr Íslands hvernig við hegðum okkur. Við erum búin að hegða okkur eins og pábjánar, orðstýrin komin niður. Ef við lærum af þessu og byggjum upp manneskjulegt og fallegt þjóðfélag sem að bara aðrir líta til með virðingu sem við eigum alla möguleika til að gera. Þetta áfall lemur svolítið niður í okkur gorgirinn sem var orðinn svolítið mikill á tímabili. Ísland var alltaf best í heimi. En það sem kannski fer mest í taugarnar á manni samband okkar við Dani, því að ég var svolítið mikið í Danmörku þarna á síðustu árum og ég var alltaf að reyna að útskýra samband okkar við Dani sem
sem svona unglingur sem farin að heiman og svo vorum við alltaf að fá skammir frá Danske Bank og þeir voru alltaf að segja okkur þið verða að passa ykkur, þið getið þetta ekki og þetta var alltaf eins og mamma að segja þú er að hætta að reykja, þetta gengur ekki, þú ert alltaf að eyða peningum í vitleysu. Ættir að vera taka þetta á Já, þetta enda með skelfingu og svo endaði það með skelfingu og það fyrir svo í töðar á manni. Herra menn, ég verð að slíta þessu en ég vek athygli á að þið eru allir að gefa út bækur hérna, Hallgrímur Helgason, Guðmundur Andri Thorsson og Þráinn Bertelsson. Þetta er ákveðin lækning við kreppunni, að lesa. Sko, jólabækurnar eru sneisafullar þó að bankabækurnar séu allar tómar. Þetta eru lokaorðin að þessu sinni.